running this, let's go. I'm on a boat, I'm on a boat. Everybody look at me, cause I'm sailing on a boat. I'm on a boat, I'm on a boat. Take a good hard look at the motherfucking boat. Bátsferð Breiðafjörðinn lætur engan ósnortinn, nándin við náttúruna, fuglalífið og fegurðin í eyjunum. Við skelltum okkur í ferð með Kristjáni Lár, skipstjóra á Pæjunni. Hefur alla tíð, hunds- og kattatíð, verið á sjó eða? Það þinn bakgrunnur? Já, ég myndi segja það. Ég er búinn að vera á sjó og finnst það mjög skemmtilegt. Var komin á svona lítinn bát þegar ég var ekki orðinn nógu gamall held ég og farin að sigla hérna þannig að já, ég myndi segja það. En hefur verið á svona veiðum á sjó eða er þetta bara sport? Já, líka. Já. Já, búinn að vera á línu og aðeins á togurum og skaggi og svona. En hvað er það sem er svona skemmtilegt við siglingarnar? Er eitthvað ákveður þetta að sigla fyrir sjálfa þig, sko? Ef við undanskiljum túrista braskið að þig? Ég veit það ekki. Það er bara náttúran og nálæðin við náttúruna og ég veit það ekki. Sjórinn bara heillar, sjórinn heillar. Þannig að það sé ekki það. Alinn upp við hann. Ég bjó fyrstu 15 árin bara nánast niður á bryggju. Húsið hennar mömmu var bara nánast við bryggjuna, sko, hliðina á frumstofhúsinu og hérna er ég bara búinn að vera. Já. Þið eru líka með aðgengi hérna í einhverjar eyjar, eða ekki? Þú og konaðinn og... Jú, við höfum aðgengi í nokkrar eyjar. Bæði hérna vestur frá og norður frá og svo austur frá. Þannig að það er nóg að taka í því og dúntekja og svoleiðis. Skemmtilegt. Þannig að þetta er eiginlega nauðsynlegt að eiga bát eins og fyrir ykkar fjölskyldu að geta skotist. Já, ég myndi segja það. Það er allavega mjög þægilegt. Þú byrjaðir bara í vor, eða ekki? Jú, ég er búinn að eiga álíka bát og þennan síðan 2007. Ég hef stundum verið að sigla með fólk. Augnum, já. Þau ætla að setja þessa spólu í sjónvarpstækið. Nú erum við að taka viðtal og svo verður það sýnt í sjónvarpinu. Hún hefur haldið að hún ætti að horfa á sjónvarpinu. Ekki, djöfisum vonbrigði. Já, þetta er vonbrigði. Leiðindatúr. Ég skil hana vel. Hún kom hérna til þess að fara í sjónvarpið. Já, búin að eiga svona bát síðan 2007, svona svipaðan og hef svo sem alveg verið að fara með fólk. Og það, ég meina, fólk sem hefur ekki tengslinga eða tækifæri til þess að skoða þetta og vill skoða þetta, hefur samband og ég hef verið að fara með fólk. Loksins fékk ég leyfi til þess. Já. Þá fer maður á fullt og auglýsir og hérna... Er þetta mest erlendi ferðamenn eða Íslendingar sem eru að koma? Já, herðu... Þeir eru líka forvitnir. Hvað er í gangi hérna? Enn sem komið þá hugsa ég að skiptingin sé svona til helminga. Ég náttúrulega bara auglýstur á Facebook og útlendingarnir sem koma eru þeir sem koma kannski frá veitingastöðunum eða eitthvað svoleiðis. En ég er bara auglýstur á Facebook og ég á eiginlega bara held í Íslendinga sem fylgjendur, sko, ennþá. Svo er þetta bara held í spurningu og í mínum höndum hvað ég vil gera þetta stórt. Já. Er þetta aðalatriðið núna? Nei. Í dag er ég að vinna sem pípari. Já. Og stekki þetta þegar síminn hringir. Er gaman að upplifa þetta í gegnum ferðamenn? Já. Upplifir þú sjóinn og eyjarnar öðruvísi? Fuglalífið og eitthvað? Þetta er kannski orðið svona pínu daglegt brauð hjá mér. Hefur verið í gegnum tíðina en það er rosa gaman að sjá hvað fólki finnst. Og líka bara Íslendingar og já. Já, það er næstu í stíu. Heyrðu, ég var einmitt að hugsa þetta líka. Það er svona næstu í stíu í klettinum. Það er hérna mjög gaman að sjá hvernig fólk upplifir þetta og bara, ég er svo glaður, ég er búinn að fara með svolítið ungum Íslendingum bara. Þeir eru alveg þyrstir í að vita meira og vilja sjá meira og ég er alltaf pínu stressaður ef ég er að fara með Íslendinga því að ég held að það sé svo erfitt að sýna þeim eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt og flott. Það er bara mjög auðvelt hérna og það er alltaf eitthvað vá, sko. Heyrðu, þarna er lundi, sé ég. Já. Er þetta ekki mitt eitt af svæðunum sem hægt er að sjá lunda á Vesturlandi? Já. Hér er þess að lundi hérna í brekkunum, sko, að fara á stað. Já, hann er að fara á stað hérna. Og fólk er einmitt rosalega margir vilja sjá lunda. Já, sérstaklega erlendu, eða ekki? Já. Ég hef alveg fengið tár, sko, Nú? til að sjá lunda. Já, ángríns. Það er úti, já. Finnst ykkur skemmtilegt að sigla, stelpur? Já. Ætlar þú að sigla eitthvað tímann með svona ferðamenn og sýna þeim staðina?
Alein að sigla. Ég líka. Já, ekkert. Takk fyrir áhorfið í kvöld. Við kveðjum hérna í sólskinni á Breiðafirði og sjáumst svo eftir viku.